Það mjög stór mál inn í þinginu þessa dag. Við þurfum að klára fjárlögin og það þarf að klára þau fyrir áramót. Það þarf líka að klára svokallaðan tekjuhluta sem eru skattarnir og útfærslunar á þeim. Og við höfum verið að slást við ríkisstjórnina í þessu máli vegna þess að við segjum þetta. Skattahækkanirnar og gjaldahækkanirnar valda verðbólgu og verðbólgan hækkar lánin. Og verðbólgan gerir kjarasamningana erfiðari og dregur úr lífskjörum þjóðarinnar. Og þess vegna erum við að reyna að berjast gegn fjárlagafrumvarpi. Á sama tíma erum við að ræða rammaáætlun virkjanir og verndun. Þetta er mál sem við Sjálfstæðismenn og Framsóknarflokkurinn reyndar líka lögðum af stað með til að tryggja að það yrði sátt í stjórnmálunum hvað á að virkja og hvað á að friða. Þannig að við værum ekki alltaf að rífast þetta. Og það er búið að leggja mikla peninga og mikinn tíma og fjöldinn allur af sérfræðingum hefur verið að vinna í þessu mál. Því miður hefur það farið svo. Á síðustu metrunum hefur ríkisstjórnin tekið úr þeim farvegi og sett pólitíkina inn. Og í staðinn fyrir að það sé rammaáætlun sem allir flokkarnir eru sammála þá er núna að koma einhvers konar stefnuyfirlýsing Vinstri grænna í orkumálum. Við erum að reyna að berjast gegn því. Við erum að reyna að koma þessu aftur í þennan farveg. Að við hlustum á sérfræðingana, látum þá koma fram með sínar hugmyndir og náum síðan stjórnmálunum saman það. Það er þess vegna sem við erum að taka tíma í þinginu, það er þess vegna sem við erum að berjast fyrir þessu, að þetta skiptir máli. Það skiptir máli sem sagt hvernig fjárlögin eru og það skiptir máli hvernig rammaáætlunin er. Við finnum það að það er stuðningur við það sem við erum að gera, við þurfum á þeim stuðningi að halda og við munum standa vaktina ótrauð núna næstu dagana.